við unga fólkið erum fullfærum að taka hverja einn ákvarðanir. En við vitum ofta ekki hvar við eigum að leita ráða. Áttavitinn stefnir á að vera fyrsti staðurinn sem ungt fólk leita til þegar vantar upplýsingar, leiðsögn og ráð á lífsleiðinni. E-Go4U evrópskt samstarfsverkefni sem Reykjavíkurborg þátttakandi í og miðar að því að búa til rafrænar lausnir fyrir tiltekna jaðarhópa í samfélaginu, til dæmis atvinnulausa, innflytjendur sem tala litla enga íslensku, hverju geti nefnt fleiri, aldraða. Og þetta miðar að því að efla þeirra stöðu í rafrænu tilliti eða upplýsingasamfélaginu. Já, áttavitinn eitt af þessum verkefnum og miðar að því að ná til ungs fólks og einkum atvinnulaus ungs fólks. Og það sem við komum í stað þegar við fórum að skoða nánar hópinn í þessu samhengi að það vantaði tilfennilega góðar og aðgengilegar upplýsingar fyrir hópinn á einum stað, bara hvað að vera ungur og virkur í samfélaginu. Ég er nýflutt út frá foreldrum mínum og þetta er svona helsta fyrir mig eins og ég þarf að sækja svona alls konar eins og húsaleigubætur og vita svona tryggingu, heimilistryggingu og eitthvað svoleiðis og ég veit í rauninni ekkert hvert ég á að leita. Já, ég er alveg sammála þessu. Það er svona vantar svolítið mikið, maður er svona einhvern veginn bara hentur út í djúpu laugina og svo já, þá maður einhvern veginn redda sér eða spyrja einhvern annan sem maður kannski hefur gengið í gegnum þetta. Upplýsingarnar eru aðgengilegri, eins og gera einfaldara fyrir mann að fá upplýsingarnar, eins og gera vídeó. Þannig að ef þú ferð inn á skattur.is þá er vídeó sem kynnir fyrir hvað er hægt að gera þarna. Eins og ég fór eitthvað inn á skattur og sett hvað þetta gera út að fá pabba mín til að hjálpa mér eitthvað svona. Þetta er fáránlegt völundarhús að farðu hingað, farðu þangað, fáðu þennan pappír, stimplað hérna, stimplað hinum meginn og það er oft sem að bara, já nú ferðu með þetta þangað eitthvað, ég á að fara með þetta í Íbúðalánasjóð, ég veit ekki sem hver Íbúðalánasjóður ég veit það í dag og þá þurfi ég að hringja 118 og komast eitthvað Íbúðalánasjóður og ég eða peningum í það að fá stimplað, svo ég að borga 118 fyrir að segja mér hvað þetta er, svo fer ég til Íbúðalánasjóðs og þeir senda mig til sýslumanns, þá ekki þinglýsingafólksins og þá þurfi ég að komast eitthvað sýslumaður og þú veist, og þetta er bara eitthvað, og ég þarf að borga það líka til að láta stimpla eitthvað ennþá meira og þetta er bara, þetta er oft bara fáránlega flókið, sko. Mér finnst þurfa svona leiðsögumann í gegnum þetta fáránlega kerfi, sko. Upplýsingar sem við vorum að ræða inni, bara hvar er hægt að fá húsaleigubætur, sækja húsaleigubætur og eins og ég sagði kannski bara upplýsingar fyrir ungt fólk sem er erfitt að fá. Já, ég er alltaf að segja, mér finnst það alltaf snið hugmynd sem við vorum að tala um þetta inni, bara að hafa eitthvað svona einfalda vefsíðu hvað maður getur fengið þessar upplýsingar eins og bara með bæturna eða hvað maður getur svolítið styrk og eins og hann var að tala um þinglýsa eitthvað, ég hef ekki hugmynd hvað það er sko. Ég er ekki svona gæðan sko. Annars finnst mér þetta rosalega flókið sjálfur sko, maður þarf að vera að sækja til einhverjum félagsráðgjafa til þess að fá útskýringar fyrir þessu þegar maður á að geta bara gert það heima. Svo er þetta alltaf svona styrki sem maður alltaf heyra einhverju og fá styrk og maður er aldrei hitt á og veit ekkert að það er í boði. Og maður fær ekkert að vita nema maður spyrir sérstaklega það, svolítið þannig. Maður veit ekki nefna það en maður verður að nefna það til þess að fá að vita það. Það er svolítið þannig í kerfinu en það væri gott að fá bara einhvern svona lista. Það sem við sýnaði hvert var á þetta er svo mikið að fara hingað, segja fara þangað, að fara snippin að lappa þessu niður til þessa mannsku, svona misjafn upplýsingar. Lína þetta út bara, við erum með þetta ákveð kerfi, ef það þarf að senda fólk svona í hvert hús sem er og það er ekkert hægt að breyta því. Af hverju ekki bara hægt að koma þessu niður? Þú veist, matvælafræði, ég veit í rauninni ekki hvað matvælafræði gerir. Það er kannski, maður þarf að leita á netinu og, þú veist. Það er alltaf vandamál að það að fólk sem að fer í eitthvað nám sem að ég teki eftir mér sem nokkru vini mínum sem að klára kannski eitthvað, segjum hérna konur í háskóla eitthvað fóru í eitthvað nám sem kom á staði þeir bara höfðu enga hugmynd hvað þeir voru að fara að gera með þetta nám.
Máli að ungt fólk verða að vita það að það er ekkert satt að skammast því fyrir að það er á bótum eða að fá styrki eða eitthvað. Það eru margir sem að, upplifa það bara eitthvað, bætur, svo auðmikið það er ekki þannig. Þú ert að fá styrka því að þú getur ekki verið bara að fá ekkert útborgað að reyna að leigja og þú veist ekki hvernig þú ert að redda þér peninga, þú ert ekki með vinnu eða neitt, Það er ekkert af því að kerfið framfleytir þér áfram, þú ert að borga skatta fyrir akkúrat svona þjónustu. Nytsamlegar upplýsingar fyrir ungt fólk sem að þá, hvort sem að það er atvinnulaust ungt fólk eða ekki atvinnulaust ungt fólk, getur sótt upplýsingar tækifærin sem að þeim býðst. Þá upplifi ég sem einstaklingur sem vinn með ungu fólki og þá sérstaklega atvinnulausu ungu fólki að það er mikil þörf á því að þessi upplýsingaveita sem er algjörlega á mannamáli. Við búum á tímum í dag þar sem að samskipti eru að vera nokkuð flókin. Við þurfum að eiga samskipti við fólki í kringum okkur en líka við fólk víða í samfélaginu sem fá þjónustu til þess að fá fræðslu og menntun og rafræn aðferð við samskipti er að aukast og ég held að það sé mikilvægt að samfélagi sem er að keyra meira og meira upplýsingum og samskipta leiðum inn á vefinn gangi út frá þörfum ungs fólks. Þannig að ungt fólk sem hefur ákveðnar þarfir og ákveðnar aðferðir við að eiga samskipti að það sé gengið út frá þeim. Lýðræðisleg þátttaka ungs fólks á netinu í öðru tilgangi bara að skemmta sér eða tala við vini sína, hún er mjög mikilvæg og ég held ég verð að hvetja fólk sem formar Æskulýðsráðs að gæta nógu réttinda sinna og hagsmuna og taka þátt í samfélaginu. Það er hægt að gera alltaf á netinu. Við komumst að því að það væri auðvitað að ná til þeirra bara í gegnum netið. Krakkarnir eru náttúrulega með GSM-síma sem fara á netið, þannig að þau eru nokkurn veginn tengd öllum stundum inn á vefinn og eru alltaf online á Facebook. Þannig að við stofnuðum bara notenda sem kallaðist Vesturbæjarvinur Jónsson. Þetta svínvirkaði því að krakkarnir bara sáu það að það var hægt að skiptast mjög hratt á upplýsingum og þetta snýst allt upplýsingaflæði og þau vilja fá svar strax, þeim finnst tölvupóstur vera úreldur. Krakkarnir höfðu alltaf val á að þau gátu náttúrulega slökkt á okkur hvernig sem en þau virðast ekki hafa gert það því þau létu yfirleitt sjá sig og vissu að við vorum að fylgjast með þeim. Það skiptir líka rosalega miklu máli hjá okkur, þetta eru kannski krakkar sem hafa ekki endilega aðhald foreldra. Koma kannski úr erfiðum og flóknum fjölskylduaðstæðum og þá höfðu þeir rosalega gott að því að finna fyrir okkur. Við missum af tækifærum þegar við vitum ekki af þeim. Okkar hlutverk er að safna saman alls konar tækifærum á einn stað svo að allir getur fundið sér einhverju síðdæmi. I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died.